Sæl og blessuð. Velkomin í Blóðbankann. Þakka þér fyrir. Nú langar mig að gefa blóð. Getur þú aðstofað mig við það? Já, endilega. Gjör svo vel. Takk fyrir. Hefur þú oft komið að gefa blóð? Nei, bara einu sinni áður, annað skipti. En dagurinn í dag er eitthvað sérstakur. Segðu okkur aðeins frá því. Já, ég á afmæli í dag, sem sagt. Þú ákvaðst að eyða deginum hérna í Blóðbankanum. Af hverju? Ég bara var búin að ákveða að koma að gefa blóð eftir prófin. Ætlaði að fara í gær en svo ákveði ég að koma bara í dag. Svona. Þannig að hugsaði bara að vera sætla að gefa henni að þiggja en að vera fínt að gefa blóð í dag. Það fyrir bara vel mig, já, en ég kem reglulega. Svona síðan 10 ár hef ég reynt að koma reglulega. Og er þetta mikið mál? Nei, þetta er ekkert mál. Þú finnur ekkert til? Nei, ekki neitt. Geta allir gefið blóð? Já, þeir sem eru heilbrigðir og eru orðnir 18 ára og eru yfir 50 kíló, þá geta flesti gefið, sko. Þá er bara að gera að koma í pröfu, eins og þú ert að gera núna. Þú ætlum bara að taka hjá þér pröfunar. Og svo sjáum við hvað kemur út úr því. Mæli blóðmagni hjá þér og blóðkornin til hvort að það sé ekki allt í lagi. Þetta er ekki til þess að blóðflokka þig og gá hvort það myndast nokkur mótefningir rauð blóðkornum. Og svo tek ég líka hérna 1 glas í viðbót og það er fyrir smitskimun á lifrarbólgu. En ef fólk er með tattoo eða göt í eyrum eða annars staðar? Já, þú mátt gefa bara það er samt frestast 6 mánuði. Það er upp á að sé einhver Þannig að það hafi getað fengið eitthvað í þig. Sko, þá eftir 6 mánuði þá að það verið komið í ljós hvort þú hafi fengið smittast af einhverju. Haltu bara hérna við. Nú er ég búin að taka þessi 3 sýni. Nú fer þetta í rannsókn og svo ferðu, ef þú ferð ekkert bréf frá Blóðbankanum, þá er allt í lagi og þá máttu koma og gefa okkur endilega eftir 2 vikur. Og hversu oft má ég koma og gefa? Konur með að gefa á 4 mánaða fresti. En kallar á hérna 3 mánaða, kallmenn. Og hver er staðan hjá Blóðbankanum núna? Vantar ykkur gefa? Já, það er alltaf, okkur vantar alltaf nýja, sko. Konur er líka komið mjög sterkt inn. Þeim er bara fjölga alveg frá, fyrir svona 10 árum það voru 10% eru konur upp í 25%. Og af hverju eru konur í svona miklu minnihluta? Það var einhvern veginn talað um það að þær get ekki gefið eins blóð en það er bara aukast núna, sko, mjög gott. Þannig að endilega hvetja konur til að koma? Já, þetta er mjög gott að þú sért að koma það núna líka. Og hvað tekur þetta langan tíma? Svona að gefa? Já, það tekur bara svona 30–60 mínútur. Frá því þú kemur og þangað til allt er búið, sko. Ef allt gengur eðlilega, sko, þarf ekki bíða eitthvað lengi, sko. Og fólk segist jafnvel vera bara stálslegið eftir svona? Sumir eru bara eldhressir og eftir, sko, líður miklu betur. Hennar hægt að hrjóta eins mikið eða léttar á morgnana og bara, þetta er örugglega mjög hollt bara fyrir líkamann. En fyrir þá sem að sitja heima og eru kannski á báðum áttum, eru að spá í að gefa blóð, hvers virði er svona blóðgjöf? Já, hún er náttúrulega mjög mikils virði. Þú ert að bjarga lífi með því að gefa blóð. Við þurfum alltaf að eiga nógu mikla birgðir til þess að geta fullnægt þessari þörf. Í þjóðfélaginu það er alltaf meira og meira blóð sem þarf að nota eftir sem tæknin eykst og fólki verður eldra og það þarf alltaf meira. Svo sjálfkrafa fækkar blóðgjöfum við það líka hlutfallslega. Þannig að við þurfum að ná betur til unga fólksins, einhvern veginn. Í skólakerfinu eða hvernig sem það er. En bara að fólk gerir sér grein fyrir hvað er að gera og það er að gefa líf. Þannig að það áttar sér ekki oft á því fyrir en einhver lendir í það sjálft eða einhver í fjölskyldunni. Að hvað þetta er mikilvægt. Við gætum ekki verið með þetta heilbrigðiskerfi ef við hefðum ekki blóðgjafana. Þeir eru einn undirstaðan undir þetta. Við séum það bara eins og það sem við erum búin að tala í sjónvarpinu núna, þessar stunguslys og það allt saman. Sem að læknarnir eru búin að bjarga á stórkostlegan hátt þessu. En þetta hefði ekki verið hægt nema með þessum góðu blóðgjafahóp. Það fer rosalega vel mig hérna. Það er mjög gott að koma hingað og frábær starfsfólk og það er alltaf gott að koma. Ertu tíður gestur í Blóðbankanum? Já, þetta er mitt 44. skipti og ég stefni á 100. Þetta bara kemur í vana og þetta er alls ekki vont, nei. Og hvet alla til að koma hingað og gefa blóðið mögulega geta.